fyrir næst. Haft þetta síðan sko. Já, ég get
Já, komið sæl og velkomin á fjarráðstefnuna Aukinn hraði stafrænnar þróunar hins opinbera. Ég heiti Fjóla María Ágústsdóttir og verð fundarstjóri hérna, en ég þarf reyndar ekki að gera mjög mikið. Það má segja að kórónuveirutíminn hafi aukið skilning okkar á stafrænni þróun. Við finnum öll fyrir þessum breytingum sem hafa orðið. Og þessi tími hefur ýtt undir hraða þróunarinnar og innleiðingar stafrænna lausna og þá sérstaklega hjá hinu opinbera. Og við finnum það flest öll sem vinnum hjá hinu opinbera að það mikill kraftur í gangi núna. Í dag fáum við að heyra 4 mjög áhugaverða fyrirlestara og frá einstaklingum sem að takast á við miklar breytingar og mikilvæg skref í stafrænni umbreytingu. Ég ætla að kynna fyrirlestarana nú í upphafi alla og vegna þess að það hentar þessu formi mjög vel. Þannig að þið bara munið hver hvað og svo fáið þið bara kynningu leið. Og í byrjun munum við heyra í Andra Heiðari Kristinssyni sem stafrænn leiðtogi Stafræns Íslands. Andri fer yfir framtíðarsýn Stafræns Íslands og segir ykkur frá þeim verkefnum sem hans teymi að vinna að. Andri hefur stýrt Stafrænu Íslandi frá áramótum. Hann rafmagns- og tölvunarfræðingur frá HÍ og með MBA-gráðu frá Stanford Háskóla. Hann hefur tekist á við ýmsu stafrænu verkefni á sínu ferli og meðal annars hjá LinkedIn og í sínu eigin fyrirtæki hjá Trailblades. Næstur kemur Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson en hann forstöðumaður hjá Fjársýslu ríkisins. Hann mun segja okkur frá mjög spennandi og mikilvægum stafrænum lausnum sem Fjársýslan hefur verið að vinna að, eins og greiðslugátt og fjármálum inn á Ísland.is. Það verður mjög spennandi að heyra í honum. Vilhjálmur hefur gríðarlega mikla reynslu úr atvinnulífinu, starfaði lengi sem forstöðumaður hjá Samskip, var fjármála- og starfsmannastjóri Industria sem var með útstöðvar víða heim og hann var forstöðumaður hjá Póstinum og vann ráðgjafastörf fyrir Norðurál. Þá mun Björn Jónsson, deildarstjóri heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar Landspítalans, taka til máls og segja okkur frá stafrænum verkefnum Landspítalans síðastliðna mánuði. Björn Jónsson yfirmaður heilbrigðis- og upplýsingatæknimála á Landspítalanum. Björn með reynslu úr öðrum geirum eins og fjarskiptum og hugbúnaðargerð og álframleiðslu. Hann rafmagnsverkfræðingur og tölvunarfræðingur frá Háskóla Íslands og með meistaragráðu í tölvunarverkfræði frá University of Texas í Austin. Og Björn hefur staðið í þróun tækninnar hjá Landspítalanum í árabil. Og að lokum fáum við svo að heyra í Ægi Giraldó Þorsteinssyni frá fyrirtækinu Aranya. Ægir segir okkur frá rakningarappinu fræga. Ægir hefur lengi starfað sem forritari og núna síðustu 6 ár hefur hann einnig rekið hugbúnaðarfyrirtækið Aranya. Hann hefur mikinn áhuga að finna leiðir til að minnka útblástur í borginni. Í dag leggur hann sitt af mörkum með útfærslu á rafrænum ferlum og til að fækka bílferðum og í uppbyggingu deilirafskútuleigunar HOP sem leigir umhverfisvæna ferðamáta í Reykjavík. Ég bara vona að þið njótið núna næsta 1,5 tíman og góða skemmtun og Andri Heiðar, gjörðu svo vel. Takk fyrir kærlega. Gaman að vera hérna með ykkur. Á þessari stafrænu ráðstefnu, virkilega gaman að fá að spjalla þessi mál og heyra líka hina fyrirlestarana á eftir. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá Stafrænu Íslandi og þeirri vegferð sem við erum í. Ég eins og Fjóla kom inn á áðan tók við þessu starfi núna í byrjun árs og við höfum sett okkur metnaðarfull markmið í því að koma Íslandi í fremstu röð í heiminum þegar kemur að stafrænni þjónustu hins opinbera. Þannig að ég ætla svona aðeins að fara yfir þau mál. Nú, eins og ég segi, markmið einfalt. Við ætlum að koma okkur í fremstu röð og verða fyrirmynd annarra þjóða. Ríkisstjórnin setti sér það markmið að stafræn samskipti yrðu megin samskiptaleið fólks og fyrirtækja við hið opinbera og þannig að við erum að reyna að framfylgja þeim markmiðum. Nú og erum að fókusa á þessi mál. Nú, mér finnst gaman að bera okkur saman við Dani.
Við Íslendingar höfum alltaf svolítið gaman að því að keppa við Dani í hinum ýmsu íþróttum. Allt frá þegar við töpuðum 14-2 hérna árið í fótboltanum, þá höfum við verið að keppa við og bera okkur saman við Danina. Síðast unnum við á nú í byrjun árs í handboltanum sem var mjög gaman. En við erum ekki ennþá farin að vinna Danina í stafrænum málum. Samkvæmt svona þeim lista sem við berum okkur saman við, að þá eru Danir í 1. sæti, við erum í 19. sæti. Þannig að þetta, ég hef sagt, þetta markmið, við ætlum að komast þangað. En við erum hins vegar með rosalega sterkan grunn. Og þessi svona mælikvarði sem kallar E-Government Development Index samsettur úr 3 þáttum. Og í fyrsta lagi það sem kallað svona human capital, eða tæknileg færni og þekking fólks í landinu. Þar erum við með þeim allra fremstu í heiminum nú þegar. Það vantar ekki, við kunnum að nota þessa tækni, við erum nú þegar að nota hana í samskiptum við fyrirtæki og milli okkar sjálfra einstaklinga á samfélagsmiðlum og svo framvegis. Þannig að við erum með alla færni og þekkingu og kunnáttu til þess að nýta stafrænar lausnir hjá hinu opinbera. Og ef eitthvað þá hefur nú þessi þekking stór aukist aðeins á örfáum vikum í þessu ástandi sem við erum í þjóðfélaginu í dag. Í öðru lagi þá eru það innviðnir, stafrænu innviðnir, svo sem nettengingar, snjallsímanotkun og ljósleiðara tengingar og fleira. Þar erum við einnig með þeim fremstu í heiminum. Við erum á pari við Danmörku til að mynda í þeim málum. En þegar kemur að 3. þættinum sem einfaldlega hversu mikið af þjónustu hins opinbera í boði á stafrænan hátt, að þá sitjum við aðeins á hakanum með við þessi svona helstu samanburðarlönd okkar. Til að mynda Danmörk og Ísland sem við höfum verið að bera okkur saman við. En eins og hér má sjá þá við ætlum ekki að fara mjög ítarlega í þessar glærur en við erum hérna á pari eins og ég segi við Dani og í bæði innviðunum og þekkingunni en töluvert langt á eftir í stafrænu þjónustunni og sama má segja Ísland. En hvar stöndum við í dag? Það ágætt aðeins að staldra við þarna, við erum búin að setja okkur markmið. Við ætlum að teljum að við getum komist þarna í hóp 5 fremstu þjóða í heiminum á næstu árum. En hvar stöndum við í dag? Og þegar ég horfi heilt yfir og við skoðum aðeins hvar opinber þjónusta stafræn í dag, að þá sáum við að við töldum 74 mismunandi mínar síður hjá hinu opinbera. Þetta náttúrulega ótrúlega fjöldi. Það hefur engin einstaklingur bara getur hreinlega fundið út úr í hvert hann á að fara. Maður veit ekki almennilega hvert maður byrja. Flestir einstaklingar vita ekki hvort að þjónustan endilega á vegum ríkisins eða sveitarfélaga eða hvað stofnun sér ákveðna málaflokka. Fólk veit ekki hvar það á að byrja og það ómögulegt að halda utan 74 mismunandi síður. Það eru 240 vefsíður en það sem kannski skiptir meginmáli og ákveðin mælikvarði sem við erum að horfa á. En í dag það bil 3000 PDF-skjöl á netinu. Þar sem að fólk og fyrirtæki eru beðin að prenta út skjöl, fylla þau út á pappír, prenta þau út, annaðhvort fara með þau í stofnunina eða skanna þau inn, senda í tölvupósti og svo framvegis. Og ég held að við þekkjum öll hvert og eitt einasta okkar sem eru hér inni og að fylgjast með þessari útsendingu. Við eigum öll okkar svona hryllingssögu innan gæsalappa í samskiptum við hið opinbera. Þar sem að vera að senda okkur á milli stofnana, fylla út pappír, flókin ferli, erfitt að ná í fólk og svo framvegis. Þannig að ímyndið ykkur heim þar sem við einfaldlega, við þurfum að eiga erindi við hið opinbera, við getum farið á netið, á island.is og átt öll okkar samskipti í sjálfsafgreiðslu á netinu, ef við kjósum að gera það svo. Þetta gerir það líka að hið opinbera getur nýtt starfskrafta sína betur í málefni sem raunverulega skipta máli. Við sjáum svona fréttir nánast í hverri viku. Það eru biðröð út á götu hjá sýslumanni dag eftir dag. Það eru langir biðtímar eftir að fá afgreiðslu erinda og að miklu leyti stafar þetta af því að góða fólki sem vinnur hjá þessum stofnunum, það í einfaldari færibanda handavinnu í stað þess að vera að sinna tímanum í málefni sem raunverulega þarfnast þekkingar, góðra mannlegra samskipta og úrlausna á mikilvæga málum. Þannig að ímynduð ykkur ef að hægt væri hjá sýslumönnum, hægt væri að taka þessi ferli, gera þau 80% sjálfvirk og þá myndi tímið þess góða starfsfólks nýtast miklu betur í flóknari mál, fjölskyldumálin, erfiðari úrlausnamál, flóknari hluti til þess að fara yfir þau. Þannig að þetta verkefni.
hvernig ætlum við að gera þetta? Við höfum sett okkur það markmið og ég gerði það þegar ég kom inn í þetta starf að setti fram 3 ára áætlun, hvernig við getum farið í gegnum stafræna umbyltingu á 3 árum og meðal annars að auka sýnileika, hjálpa fólki að komast beint að efninu og eins og ég nefndi áðan að einfalda fólki lífið með því að afgreiða sig sjálft í sjálfsafgreiðslu. Það er svolítið skemmtilegt að segja frá því að en í þessari kórónuveiru faraldri að þá hafa stjórnvöld ákveðið að setja aukinn hraða og bæði er það kall samtímans og fólksins í landinu að lausnir séu stafrænar. Við höfum séð það að við getum einfaldlega nýtt stafrænar lausnir og fólkið að kalla eftir því. Þannig að stjórnvöld hafa ákveðið að hraða enn frekar þessu verkefni og ég segi það nú í smá gríni en þó nokkur alvöru að ég fekk verkefnið og sett upp 3 ára áætlun. Á 3. mánuði í starfið þá fekk ég það verkefni að klára þetta 3 ára plan helst í ár. Þannig að við erum að gera eitthvað besta til þess að hraða því og ég ætla ekki að lofa því að klára verkefni í ár en það er þó rosalega gott að finna bæði stuðninginn hjá stjórnvöldum og almenningi á að leggja aukna áherslu á fjárfestingu í þessum málum. Nú, við byrjum á því að fara aðeins í sýnileikann og auka sýnileikann. Við erum að vinna í nýrri vefsíðu Ísland.is og leggja áherslu á svona lykilferli. Ég ætla ekki að fara í gegnum þetta í smáatriði. Síðan þegar við erum búin að byggja upp ákveðna innviði, ákveðna verkfærakistu sem hægt er að samnýta milli opinberra aðila, þá þurfum við að sjá skalanleikann á þessum lausnum koma í ljós. Og nú þegar við erum búin að ná þessum skalanleika, að þá þurfum við að sjá raunverulegan árangur þessara verkefna. Skila sér í tímasparnaði, skila sér í sparnaði fjármuna, skila sér í fljótari afgreiðslutíma og það sem skiptir kannski mestu máli, margfalt betra þjónustustigi við fólkið og fyrirtækin í landinu. Hvernig gerum við þetta? Við fórum í skemmtilegt verkefni sem snerist 18 þverfagleg teymi. Þannig að við erum svona að breyta aðeins aðferðafræðinni við hugbúnaðarþróun hjá hinu opinbera í stað þess að vera með langan kröfulista og svona gamaldags hugsunarhátt í hugbúnaðarþróun. Þá erum við að fara í þverfagleg útboð þar sem eru unnið eftir svokallari kvikri hugbúnaðarþróun og aðferðafræði þar sem við erum í stöðugri ítrun og endurbót. Þetta eru fyrirtækin sem komu þar inn og gaman að sjá að þarna voru allt frá pínulitlum sprotafyrirtækjum yfir í stærstu tæknifyrirtækjum landsins. Og þessi hópur að leggja áherslu á frjálsan hugbúnað, mjög notendamiðaða högun og við erum að gera þessa vinna þess mannlegri. Út frá notendanum eins og ég sýni hérna nokkra flokka, fjölskyldan, nám, ferðalög, atvinna, lífsviðburðir eins og eiga von á barni, stofna eða reka fyrirtæki, takast á við sjúkdóm. Við erum að reyna að gera þetta út frá notendanum í stað þess að byrja á því með stofnunum eða slíkt. Við erum að hugsa þetta svolítið notendamiðað heilt yfir. Nú þetta þýðir nýtt landslag í hugbúnaðargerð. Við erum að búa til miðlæga þjónustugátt sem heitir Ísland.is og það er ekki ætlunin að öll þjónusta verði á Ísland.is, heldur að þetta sé upplýsingagátt þannig að einstaklingar og fyrirtæki geti á einu stað fundið hvar þeir eiga að leita þessar þjónustu. Það er ótrúlega mikið af góðri þjónustu til staðar í dag sem fólk veit ekki af. Margir núna á síðustu vikum hafa verið að kynnast heilsuvöru í fyrsta sinn sem frábært dæmi. Það eru mikið af góðum verkefnum. Landspítalinn hefur verið að gera frábæra hluti, ýmsir aðrir aðilar, skatturinn hefur verið oft á tíðum mjög framarlega í tæknimálum og svo framvegis og framvegis. Þannig að við erum að fókusa á það að styðja þessa aðila og aðstoða notendur við að komast beint að efninu. Þetta þýðir líka að það er aðeins öðruvísi högun svona varðandi tæknibyrgja á lausnir. Við erum eins og ég nefndi áðan, við erum að byggja á opnum hugbúnaði. Við erum að vinna því markmið að opna gögnin, opna vefþjónustur, þannig að það sé sameiginleg verkfærakista sem að fólk, fyrirtæki og stofnanir geta nýtt sér. En síðan geta þá einkafyrirtæki byggt ofan á virðisskapandi og virðisaukandi lausnir ofan á þessi gögn, ofan á vefþjónustur, þannig að við öll getum notið góðs af því. Þannig að þetta svona okkar hugsunarhætti, þannig að við séum ekki að byggja á því sem ég sletti á ensku kalla lock-in. Við erum að reyna að leysa það í burt, þannig að hér erum við að opin hugbúnað sem getur nýst öllum. Og í lokin, því ég ætla að fara svona frekar hratt yfir þetta, við langar með örstutt að nefna stóru verkefnin.
sem við erum að vinna að. Þetta eru nú mörg risaverkefni. Fyrsta lagi ferðagjöf sem er smáfórn í farsíma. Við erum að vinna þetta með frumkvöðlafyrirtæki sem heitir Yay, sem þetta var kynnt í gær og mörg ykkar hafa eflaust heyrt um. Það er mjög skemmtilegt verkefni. Nú síðan langar maður að nefna viðspyrnu fyrir íslensk atvinnulíf. Við erum núna búin að setja í lofti reiknivél á Ísland.is þar sem að fyrirtæki geta reiknað út hvort þeir eigi rétt á stuðningsláni eða lokunarstyrkjum vegna COVID og á næstu dögum verður opnað fyrir formlegar umsóknir stuðningslán á Ísland.is. Nú rafrænar þinglýsingar er annað mál, svona svo ég hendi svona nokkrum boltum hérna út í kosmósið, segja ykkur frá þeim. Risastórt mál sem að við erum að vinna og er áætlað að þjóðhagslegur ábati af þessu verkefni geti verið 1–2 milljarðar á ári, enda er þetta mál sem snertir okkur öll sem einstaklinga, fyrirtæki, bankana, lífeyrissjóði og lántaka og lánveitendur í landinu. Þannig að þetta er gríðarlega stórt og spennandi verkefni. Og svo svona lokum að þá erum við að vinna að þessum nýja vef Ísland.is og munum sömuleiðis vera með smáfórn í farsíma þannig að fólk geti verið með stunda sín samskipti við opinbera í vasanum hvar sem er, hvenær sem er. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk kærlega fyrir mig og gaman að vera með ykkur í dag. Góðan daginn og takk að vera boðin á þessa ráðstefnu, þessa fjarráðstefnu. Ég ætla að fjalla fjármál á Ísland.is sem er svona lausnin sem við hjá Fjárslunni hefur verið að innleiða á undanförnum mánuðum og munum komast endanlega í lofti núna í lok þessari viku, flestar af þeim. Ég ætla líka aðeins að fjalla útsendinga á rafrænum reikningum og þann grunn sem þar er, en kannski aðeins fjársýsluna sjálfa. Við erum þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála og við veitum fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila, meðal annars launaþjónustu, uppgjörsþjónustu, bókhaldsþjónustu, greiðsluþjónustu og fleira. Okkar hlutverk míns sviðs hjá Fjárhagssýslunni er að sjá rekstur og þróun og innheimtu og tekjukerfum ríkisins og greiðslustýringu fyrir ríkissjóð og stofnanir. Af hverju viljum við fara inn í stafrænt Ísland? Hvað viljum við upp á dekk þarna með fjármálin? Og lykilmálið eins og kom fram hjá Andra áðan er rauninni þessi miðlæga sýn þarna að færa hlutina inn á einn stað. Og er að veita góða þjónustu fyrir fjármál allan sólarhringinn. Það er að stytta boðleiðir, þannig að viðskiptavinurinn, hann eigi stutta leið inn til okkar. Hann á kannski allt og langa leið í dag eins og við sáum áðan á kynningunni, þar sem menn er í biðröðum fyrir utan eða menn er að hringja hingað og þangað í stofnanir til þess að fá upplýsingar fjármál. Og kannski stóra máli hjá okkur er að styrkja innheimtu og greiðsluferlina út frá fjármálum. Það er lykilmáli hjá okkur í dag að koma því ferli af stað og það gerum við með stafrænni tækni. Og það er meðal annars fyrsta máli þar að innleiða rafrænar reikningar. Og síðan auðvitað sem skiptir máli líka er að hagræða og einfalda ferla við innheimtu og greiðslustýringu. Þetta fer saman. Fyrsta lagi það sem við erum að gera til þess að verða stafræn eða rafræn, það er að setja reikningar hjá okkur í rafrænt form. Því er nú nánast lokið hjá okkur, frá 1. maí, þá sendir ríkissjóður og stofnanir aðeins reikningar frá sér á rafrænu formi. Grundvöllur undir aðra þætti í stafrænni þjónustu hjá okkur. Við erum bara að taka á heina árið, þá sendum við 2,5 milljónir reikningur greiðsluseðla frá okkur, ríkissjóður og stofnanir. Það er svona hátt í 10% af þessum markaði í dag. Þannig að verkefnið er búin að taka svolítinn tíma, en það er búið núna og þetta er orðið staðreynd að þetta er leiðin hjá okkur. Miðlun reikninga, hvar birtast þeir? Það er ekki pappírinn lengur. Þeir birtast á Ísland.is, allir reikningar. Í pósthólunum þar sem sýnir ykkur eftir.
og ennfremur í XML eða fyrirtæki geta móttekið XML-skjal í gegnum sveitamiðlun. Síðan geta menn, ef maður elskar pappírinn, geta menn óska eftir því að fá pappírinn senda til sín með sérstakri beiðni og verður það gert fyrst sinn. Síðan það sem er svona þessi miðja okkar sem fjármál á Ísland.is, sem hluti af því að menn fara inn í mína síður og skrá sig þar með rafrænu skilríkjum. Það er líka hægt að nota íslykilinn en rafræn skilríki verður málið. Það er miðlæga gáttinn og þarna inn í póstunum sjá með reikningana, inn í fjármálunum sjá með líka aðra hluti. Þar geta menn skoða stöðuna sína og skuld sína við ríkissjóð. Menn geta skoða þarna hreyfingar líka yfirleitt og aðra upplýsingar sem ég fer aðeins betur í eftir. En þarna getur rauninni farið inn og sér heildar skuldastöðu til ríkissjóð. Þú ferð þá neðar og skoðar ákveðin reikning, ákveðin línu og þar sérðu rauninni aðeins meiri upplýsingar viðkomandi skuld og svo förum við aðeins neðar og þá sjáum við reikningin sjálfan. Og hann þá lýsandi dæmi það að þetta reikningur sem þú skuldar. Þetta þessi leið að geta drillað sig niður í grunninn og farið bara eitt stað að sé rauninni haft heildar yfirsýnir allar þínar skuldir við ríkissjóðsstofnanir. Síðan erum við líka núna að innleiða hreyfingaryfirlit á Ísland.is, þannig að það er mikið hringt til stofnana og innheimtumanns og óskað eftir hreyfingaryfirlitum. Þau eru að koma inn núna og þá getur þú séð og valið út hvaða stofnun þú vilt velja eða hvaða þjónustur þú velur og þá færðu sundurliðun á yfirlitum þar hvaða tímabil þú valdir og getur setjað í Excel og tekið það niður bara og lótað því niður. Við erum með aðra þætti líka þarna inni, eins og launagreiðendakröfur, sveitarfélög geta fengið uppsynningu útsvarið hjá sér, við getum séð greiðsluseðla yfir tímabil og líka greiðslukvittanir. En þetta útlitið eins og við sjáum það til nánar framtíðar. Við sjáum það nú næstu 2-3 mánuðum, þá munum við breyta útlitinu svona, við munum horfa þetta út frá viðskiptavininum sem ríkið er með og út frá þeim lánardrottnum sem við eigum viðskipti við. Þannig að við erum bæði að skoða þá sem eru viðskiptavinir okkar og líka það sem eru byrgjarar lánardrottnar. Þannig að þarna geta að skoða til þess lánardrottnamegin stöðu sem viðkomandi lánardrottnar á inni hjá ríkinu og hreyfingar líka. Ennfremur útsvar til sveitarfélaga. Þannig að þetta er töluverð breyting að færa raunverulega allan þennan pakka, allir þessi viðskipti, eins og við köllum, sem viðkomandi einstaklingar eða fyrirtæki eiga við ríkið inn í eina mynd og eina leið til að skoða. Og ég tek það fram, þarna fara menn inn með rafrænu skilríki og skoða sín viðskipti almennt, bæði fyrirtæki og lögaðilar, fyrirtæki og einstaklingar. Síðan það sem við erum að vinna núna og höfum verið að vinna í svona tíma er að greiða á Ísland.is. Þarna erum við með reikning sem getum skoðað, en við getum líka og munum líka fram að geta greitt þarna. Og þá annarkort með debit eða kreditkorti eða í framhaldinu farið inn í heimabanka viðkomandi banka og greitt greiðsluseðil sem liggur þar. Þannig að það eru mismunandi möguleikar. Og við höfum verið í samvinnu við samtali við bankana undanfarin 1,5 ár það við fáum aðgang að þessum nýja formi, þessum nýjan greiðsluseðli okkar inn í bankana líka, þannig að menn getur borgað það líka. En fyrstum sinn núna, í fyrstu innleiðingu hjá okkur sem ég fer aðeins í og eftir, þá erum við að innleiða greiðslur með debit og kreditkorti fyrir ákveðin leyfi hjá okkur. En þetta er lausn sem við notum frá sem heitir ARK og er eiginlega nýr greiðsluseðilsform sem við erum að nýta okkur stað reynslu bankana. Síðan erum við að fara að nota þessa greiðsluleið til þess að greiða fyrir rafrænar umsóknir á Ísland.is. Og Andri nefndi áðan þinglýsingar, það er eitt dæmið. Við erum að fara með sakavottor núna, ég held bara í dag eða morgun. Ég ætla að vera vonandi fyrstu til að ná í sakavottor og borga þar með kreditkorti eða debitkorti.
og rafrænu ökuskírteini, umsókn um veiðileyfi og fleiri þjónustur, hátt í 200-300 þjónustur sem verða í sjálfsafgreiðslu. Þannig að menn geta borgað annars vegar með debit- eða kreditkorti eða fengi greiðsluseðil og borga hann og þá fer þjónustun af stað. Við veitum ekki þjónustu fyrir að búið að greiða. Og þarna erum við að tengjast Ísland.is með þessari greiðslugátt því að ef að við værum ekki með greiðslur þá væri bara hálf lausnin sem væri komin. Síðan annað sem mjög mikilvægt í þessu, það eru umboð fyrir fyrirtæki. Þannig að prókurhafi fyrirtækis getur veitt viðkomandi bókara umboð til þess að skoða þessa þjónustu í Ísland.is. Og forsendur auðvitað að menn verða að nota Ísland.is. Starfsmenn komast inn með rafrænu skilríki til að nota búa til umboðið og þá það valið hvort þú ferð inn sem einstaklingur eða félag. Og prókurafi hann byrjar sjálfum sér að veita sjálfum sér umboð og síðan rúlar þetta bara í ákveðnu gildi og tekur mjög stuttan tíma að veita umboð. Og þá veljum við ákveðin umboðshlutverk, menn geta verið með allsherjar umboð fyrir allt, bara aðgang á pósthólfi, bara aðgang sem fjármálastjóri eða bókari, launafulltrúi eða gjaldkeri. Þetta lykilatriði til þess að fyrirtæki fara að nota Ísland.is og mun breyta heilmiklu varðandi hreyfingar og önnur þætti í framhaldinu. Þannig að þessi lausn verður sett í gagni núna í lok þessari viku og með ásamt hreyfingaryfirvöldunum líka, þannig að þetta fer svolítið saman. Og þið getið séð hérna líka að þegar maður fer inn í kerfið þá sjá menn annars vegar sjálfan sig og þau umboðshlutverk sem þú ert með. Þú getur verið með alveg 10-12 hlutverk eftir hvaða fyrirtæki þú ert með og hvort þú sé með 2 hlutverk innan fyrirtækis. En allt þetta ábyrgð prókurhafans að veita umboðið. Hann veitir leyfið og það tengt við fyrirtækjaskrá, þannig að það alltaf vita að Jón Jónsson hann með þessi fyrirtæki og hann velur þau fyrirtæki þar. Þannig að þetta alveg tengt saman. Það búið að fara í töluverðan prófunarferlið í þessu mánuði og þetta að ganga bara vel upp. Og síðan þetta breyta umboðum, fellaði niður og haft yfirsýn þannig að þegar einhver aðili hættir sem prókurafi að þá ánauðvitað að henda þeim umboðum sem hann hefur út úr Ísland.is eða eyða umboðum sem hann hefur haft inni þar. Síðan eitt sem skiptir máli þegar við orðum rafræn, þá verðum við að láta vita. Við erum að láta hnippa, eins og við köllum á Ísland.is tungumálinu, að viðkomandi eigi reikning, viðkomandi eigi rauninni innheimtubréf eða eitthvað skjal frá ríkinu sem fjármálatengt. Og þess vegna ef þú hefur leyft Ísland.is hnippið í og ferð inn í stillinga þar og setur inn netfangið þetta leyfi hnipp, að þá sendum við tölvupóst þegar þú fær bréf, innheimtubréf, reikning eða eitthvað sem fjármálatengt inn á Ísland.is. Þannig að það geti líka orðið SMS eða einhver annar miðill til framtíðar. Það alltaf bara, þarna opið raunlega fyrir því sem viðskiptavina að leyfa okkur að láta þið vita. Þannig að þetta svona, það ekki nóg að bréfpósturinn sé komin inn á Ísland.is eða einhver upplýsingar, við erum líka að láta þið vita að þú sért komin þarna inn. Og þá þetta svona dæmi tölvupóst sem menn geta verið að fá. Þetta eru þessar lausnir sem við erum að bjóða. Þetta rauninni tölvubreyting að geta farið inn á Ísland.is, farið inn í fjármálin og raunverulega séð rauninni allan þann pakka sem snýr að þessum þér sem viðskiptavini eða lánardrottni ríkisins. Þannig að ég vona að menn nýti sér þessa þjónustu í framtíðinni og láta okkur vita líka ef að það einhver hluti sem þarf að þróa betur. Þetta bara fyrsti fasinn í þessari þróun okkar á rafrænu lausnum inn á Ísland.is fyrir fjármál ríkisins. Takk fyrir.
ljósin. Hvað gerðist? Eitthvað gerðist hérna skrítið. Okay. Niður. Góðan daginn. Afsækja þessar tæknilegu truflanir. Ég veit ekki af hverju ég hérna, ég kann ekki betur át en þetta. Björn Jónsson heiti ég og yfirmaður heilbrigðis- og upplýsingatæknimála á Landspítalanum. Eftirfarandi mynd sýnir helstu málaflokka sem við sinnum undir heilbrigðis- og upplýsingatækninni. Þar stærsti flokkurinn, það sem við kallum rafræn sjúkraskrá, sem snýr að í raun allri klínískri starfsemi á spítalanum. Við sinnum líka því sem við kallum öflun lækningatækja, sem innkaup og með rekstur allra lækningatækja, sem býsna stór þáttur. Og síðan kannski staðlægri þættir eins og fjárhags- og mannauðskerfi, skrifstofukerfi og ýmsir aðrir þættir. Og augljóslega þetta stór og mikill tæknilegir innviðir sem þarf til að halda utan þetta allt saman. Til að gefa smá tilfinningu fyrir stærðinni á Landspítala og HUT, við köllum okkur HUT sem skammstöfun á heilbrigðis- og upplýsingatækni, þá þetta ca. 6.500 starfsmenn, þannig að þetta stærsti einstaki vinnustaður landsins. Við erum með ca. 70 starfsmenn á okkar einingu og notum verktaka þó nokkuð mikið. Fjöldi vinnustöða gefur alltaf ákveðna tilfinningu fyrir hversu stór og hversu umfangsmikið starfsemin og við erum með 5.000 í dag og þetta einhvern veginn ekst stöðugt, ég veit ekki hvar þetta endar. Þetta var 3.000 fyrir 10.000 árum, þannig ég veit ekki hvort þetta fari yfir upp í 2 tölvur hvern mann, en það kemur í ljós. 9.000 lækningatæki og yfir 200 hugbúnaðarkerfi og áherslurnar okkar síðustu árin hafa verið á rafræna sjúkraskrá og framþróun hennar og einnig mjög mikið á alla sjálfvirkni og alla sjálfsþjónustu til notenda. Það hefur verið leiðarljós í raun í öllum verkefnum sem við höfum verið að vinna að síðustu árin. Við höfum líka lagt mikla áherslu á uppitímakerfa og góðan svartíma og núna á síðustu árum höfum við líka verið að fókusera meira á skrifstofukerfi og þá Office 365 og mun kannski aðeins koma inn á það. Viðskiptavinir okkar augljóslega starfsfólk Landspítalans en það í auknum mæli að gerast að ytri stofnanir að nýta sér kerfi Landspítalans og það bara eðlilegt í ljósi stærðarinnar. Umfangið eykst stöðugt en kannski fylgir ekki fjármagn alltaf með. COVID hafði mikil áhrif á öll fyrirtæki landsins en trúlega hafði COVID hvað mest áhrif á Landspítalann vegna þess að Landspítalinn hafði það hlutverk að sinna öllum COVID-sjúklingum á landinu. Þetta gerðist allt mjög hratt og það var takmarkaður tími til undirbúnings og það var ekki einu sinni vita hvernig menn átti að undirbúa sig. Menn hefði enga hugmynd hvað umfangið, það ekki einu sinni ljóst hvernig ætti að sinna COVID-sjúklingum. Það var ekki tilbúnar nein lyf eða jafnvel meðferðir. Og þannig það þurfti að byggja upp verklag, aðstöðu, tölvukerfi nánast frá grunni. Og þetta þurfti að gerast mjög hratt og maður veltist kannski stundum fyrir sér hvort að við Íslendingar erum í essinu okkar akkurat við svona aðstæður. Okkur finnst stundum leiðilegt að skipuleggja hlutina allt of vel en þegar á reynir þá erum við býsna góð að standa saman og ég held að það hafi nú komið vel í ljós í þessum COVID-æfingum öllum að þar stóðu við okkur vel. Ef ég segi ykkur aðeins frá því hvernig við meðhöndluðum COVID-sjúklinga á Landspítalanum, þá settum við okkur 2 meginmarkmið. Það var fyrsta lagi að það sem við kallum samfelld þjónustu allra COVID-sjúklinga frá greiningu til fulls bata. Það þýðir rauninni það að það var fylgst með hverjum einasta COVID-sjúklingi frá því hann greindist þar til hann var kominn á fullum bata. Og markmið númer 2, við viljum sinna sjúklingnum sem mest heima frá. Við viljum sem minnst fá sjúklinginn inn á spítalann. Og þessi markmið tókust býsna vel og við byggum til ákveðið verklagi í kringum þetta sem þá sambland af klínísku verklagi og upplýsingatækniverklagi. Það fyrsta sem gerist að við greinum alla sjúklinga, allir nýgreindir sjúklingar, þeir eru ástandmetnir. Man kallar þetta trías á heilbrigðismáli. Við flokkum þá niður eftir líðan, grænn eða úti í góða ástandi, gulur, rauður og svo framvegis og síðan stöðugt haft samband við þessa sjúklinga
og fylgst með ástandi þeirra og í rauninni var þá bara ákveðnar reglur sem því fylgdi, til dæmis grænir sjúklingar, það var nóg að hringi þá á 4 daga fresti, þeir sem voru gulir og 2 daga og þeir sem voru rauðir daglega og við fylgdust býsna vel með því og svo voru fleiri litakóður og þið sjáu þarna þessa súlur sem þarna þetta í lok faraldursins, langstærsti hlutin var grænn sem þýddi að það var í rauninni ekki mikil vanlíðan, hluti gulur og liturinn fyrir neðan brúnn sem þýðir rauninni það að þeir eru búin að ná sér en eiga eftir að fá síðasta viðtal frá lækni. Við vorum með reynda heilbrigðisstarfsmenn í því að hringja í sjúklinga og verið í sambandi við þá og meta þá og þar kom þessi bakvarðasveit sem kom mjög sterk inn sem kannski mjög gott dæmi það hvernig menn sneru bökum saman, fullt af eldri læknum og hjúkrunarfræðingar annars staðar frá komurinn inn í þessa sveit og sinntu þessu hlutverki. Við nýttum okkur líka ákveðið app, þannig að ákveðið hluti sjúklingana gat skráð sig sjálfur og það tengdi síðan kerfinu. Og ef sjúklingar versnaði, þá komur inn á spítala og það voru sérstakar legudeildir og gjörgæsludeildir fyrir COVID-sjúklinga. Og það var býsna snúið að fylgja því eftir vegna sem menn þurfti alltaf að vera inn að plana fyrirfram hvað þarf mörg rými bæði á legudeildum og gjörgæslu. Og síðan var þeim í rauninni fyllt eftir í fór á spítalanum, þá var þeim fyllt alveg þangað til þeim batnaði. Og þetta hefði aldrei tekist nema með nýtingu upplýsingatækni. Og það nýttist okkur býsna vel tól sem við eigum sem heitir Heilsugátt og grunnhugmyndin sýnd á þessari mynd og sjúkraskrá Landspítala samastendur í rauninni af, ég segi 70+ kerfum, þetta skilgreiningaratriði hvað þú segir það séu mörg kerfi og það segir sig sjálft að heilbrigðisstarfsfólk á enga möguleika á því að þurfa að fara inn í öll þessi kerfi til að leita upplýsingu sjúklinga eða framkvæma þær aðgerðir sem vilja gera. Þess vegna tókum við ákvörðun fyrir rúmum 10 árum síðan að þróa eitthvað lag þar ofan á sem þá í rauninni ákveðið, ef við getum notað orðið portal, þar sem í rauninni heilbrigðisstarfsfólk hefur aðgang að öllum gögnum úr undirliggjandi kerfum og getur framkvæmt allar helstu aðgerðir. Þetta tengir síðan öðrum heilbrigðiseiningum og þetta í auknum mæli að tengjast öllum lækningatækjum vegna þess að lækningatæki í dag ekkert annað en tölvur sem skilur gögnum inn í sjúkraskrá. Við erum líka að sjá þróun í því að mikið af þessum klínísku lausnum í raun að verða skýjalausnir. Við þróunina á þessari lausn þá gátum við nýtt heilsugátt og nýtum í rauninni einingar sem eru til staðar í heilsugáttinni. Þar notum við hluti eins og hópavirkni, skilaboðakerfi, form, regluvél, tímalínu, rauntímamæla og ýmislegt fleira. Svona ákveðni legókuppahugsun þar sem við sníðum hlutina saman og getum þannig búið til heildstæða lausn. Þetta eru skjámyndir þá úr kerfinu, þið sjáu þetta úr þessari hóp, þetta listi yfir alla COVID-sjúklinga, þetta var reyndar fleiri en einn hópur og það var mikið sjálfvirkni, þessi nefnst við dæmi að ef sjúklingur var greindur með COVID, annarkvort frá díkot eða hjá okkur, þá átómatískt poppar hann upp í þessum lista. Það voru búin til býsna mikil öflug form, við vorum með mælingar á þessu öllu saman og sem dæmi líka eru við með skilaboðakerfi sem hjálpar mikið til að hafa samskipti sem innbyggt í heilsugáttina og nýttist í öllum þessum samskiptum. Og þetta var allt þróað saman og búin til heildarlausn sem byggð á þessu og það var eiginlega forsenda fyrir því akkur það tókst að gera þetta á þetta skömmum tíma. Við höfðum þarna, það mikið af komponentum sem við höfðum fulla stjórn á og gátum sniðið. Skimun, rakning og einangrun í landinu tókst býsna vel og þetta eru kannski almennar upplýsingar sem ég að benda á þarna. Að 16% landsmanna voru prófaðir fyrir COVID sem mun hærra en mjög víða annars staðar og það sem líka dæmi árangurinn var að 57% sem greindust voru í sóttkví sem segir býsna mikið það að það starf sem hefur voru að vinna við það að greina og aðskilja sjúklinga sem voru tæpir var að skilja einhverju. Og það sem líka tókst var að rekja yfir 70% af öllum smittum. Svo talar sem ég heyrði allavega og það var gert handvirkt, það var gert með rakningarappi sem við fáum nú að heyra betur og eftir
og líka mjög áhugavert samstarf við Decode. Þess að Decode var í rauninni að greina koronavírusin og það eru ákveðna stökkbreytingar sem verða og út frá því gátu þeir metið oft á tíðum hvaðan smitið var að koma. Var það að koma frá Ameríku, var það að koma frá Englandi, var það að koma frá Ítalíu. Ef við skoðum aðeins COVID-niðurstöður þá það að mörgu leyti mjög áhugavert að fólk sem var beint í skimun, þá var þá einhverju sem menn álita þyrfti að fara. Það kom oftast í ljós að þetta var svona milli 5–10% af þeim voru sýktir. Og þetta fór allt fram á Landspítalanum. Síðan var boðið upp á frjálsabókun í skimun hjá Decode og þá kom í ljós að þeim hópi voru sirka 0,8% sýktir og Decode fór svo í framhaldi í sem kallar random testing og þá kom í ljós að sirka 0,6% voru sýktir sem gefur ákveðna tilfinningu fyrir því hvað var mikið af sýkingum í þjóðfélaginu. Það verið að vinna núna ónæmisprófanir og ég ekki með niðurstöðurnar á þeim, ég held að það ekki búið að gefa út en menn að giska og það sé í rauninni einungis 1–2% af þjóðinni sem hefur myndað ónæmi gagnvart COVID. Ef við skoðum þá dánatíðnina sem skiptir oft miklu máli þegar menn að gera upp sjúkdóma, þá létust 10 sjúklingar af þeim 18 sem greindust og þú getur reiknað dánatíðina á ýmsa veg og ein leiðin að reikna með því að deila einfalda fjölda greindra upp í þá sem létust en það segir sig sjálft að það ekki mjög góð leið vegna þess að það fer þá algjörlega eftir því hvað þú ert öflugur í að skima. Þannig að þú þarft helst að taka tillit til hvað þú álítur að það sé mikið sýking í þjóðfélaginu. Og með þessum gögnum frá Decode það mögulegt. Og út frá því þá má giska á að dánatíðnin á Íslandi út frá COVID hafi verið sirka 0,25%. Sem ákaflega lág tala og í rauninni miklu lægri en víðast hvar annars staðar og í rauninni miklu lægri en til dæmis Alþjóðaheilbrigðisstofnunin álit. Hún var að gefa upp í alltaf 3% dánatíðni og þá velti maður einmitt fyrir sér hvað veldur þessu, akkur þetta svona lágt hjá okkur og ég held að hlutaskýringunni allavega sé að það hafi verið staðið býsna vel að málum og það myndust í rauninni engin flöskuhálsar neins staðar í kerfinu. Allir þeir sjúklingar sem þurftu á aðstoð að halda fengu fullkomna aðstoð. Þannig ég held að mörgu leyti og því ég verði örugglega vitna til þessara talna á Íslandi, þetta kannski raunmælikvarði á dánatíðni COVID-veirunnar ef þú getur veitt bestu mögulegu meðferð. Víða annars staðar má rekja hærri dánatíðni til þess að menn voru hreinlega höfðu ekki möguleika á að veita betri meðferð en þetta. En hvaða lærdóm getum við dregið af COVID. COVID ýtti mjög mörg öðru á stað. Við þekkjum það að menn lærðu allt í að fara á fjarfundi og þetta ýtti líka mjög mikið við fjarheilbrigðisþjónustu. Það allir sammála það að fjarheilbrigðisþjónusta það sem koma skal til framtíðarinnar en þetta hefur gengið býsna hægt að koma þess á þegar á reynir. En þetta ýtti mikið undir þó. Ég heyri frá kollegum í Skandinavíu að sumir sögðu það hefði verið meiri framþróun í fjarheilbrigðisþjónustu á 3 vikum en var 10 árin þar á undan. Þannig að ég vona að þetta ýti undir þetta. Þetta líka prófsteinn á að sinna sjúklingum heima af því það framtíðin. Við viljum fá sem minnst á sjúklingum inn á spítalann og það af umhyggju fyrir sjúklingum vegna þess að spítalar eru út af fyrir sér tiltölulega hættulegur staður og það líka dýrt að vera þar. Þannig ef þú getur sinnt sjúklingum heima þá breytir það mjög miklu og tæknin þar forsendan til þess að það sé hægt. Við lærðum kannski líka að það býsna mikilvægt í svona aðstæðum að hafa stjórn á þeim tölvukerfum sem þú ert að sinna. Ef við hefðum verið með einhverja pakkalust sem einhver erlendur aðili hefði skaffað okkur, ég efast að við hefðum átt nokkurn möguleika á að útbúa svona lausnir eins og við gerum þarna. Við lærðum það líka að við höfum hagað því að eiga samstarfi fleiri þó við lítum á að kjarninni okkar sjúkraskrár þurfa alltaf að vera í okkur, þá munum við örugglega fara meiri yfir í það að nýta okkur sérhæfð upp. En það á það ekki að vera hlutverk Landspítalans að þróa allt mögulega upp, heldur frekar að nýta þau og tengja þá við okkar starfsemi. Og ég held að það
verði ekki annað sagt en að COVID-mál á Íslandi tókust býsna vel og ég nokkuð viss það að það verði vitna til þess, hvort sem við erum þá að horfa á það sem Þórólfur Víðir og Kó gerðu eða það sem Landspítalinn gerði. Og svo má heldur ekki gleyma þátt Díkodís sem ég veit að hafa skrifað mjög mikilvæg vísindagreinar sem hafa birst í mörgum virtum læknaritum og ég veit að margt fleira þar í gangi. Mér langar að nota tækifæri kannski að segja frá 2-3 öðrum verkefnum sem við erum að vinna í. Ég nefni hér Office 365. Þegar COVID kom á Landspítalann þá var sagt nú stoppum við öll önnur verkefni, nema eitt verkefni. Við ákvaðum að keyra enn hraðar á innleiðingu Office 365 vegna þess að við sáum að það var eiginlega forsendan fyrir svo mörgu öðru sem við ætluðum að gera til þess að fólk gæti unnið á effektífan hátt. Og það hefur gengið býsna vel og við erum núna að klára innleiðingu á því. Það nýttist gríðarlega vel í COVID og við sjáum að það að breyta mjög miklu á spítalanum. Þetta er búið að vera flókin innleiðing, þetta eru 6.800 leyfi sem við erum innleiða en ég held að það sé að skila mjög miklu. Mér langar að benda á 1 eða 2 mál í viðbót. Þetta er skemmtilegt verkefni, ég nefndi að það að gerast meira og meira að lækningatæki að skila gögnum sjálfvirkt yfir í sjúkraskrá. Og lífsmarkamælar eru dæmi það. Ef þú liggur inn á spítala þá er mjög líklegt að það komi einhver heilbrigðisstarfsmaður 3-4 sinnum á dag og mæli hjá þér lífsmörkin. Blóðþrýsting, púls, súrefnismettun og ýmislegt fleira. Og gamla reglan var svo að þau skrifaðu niður á blað, settust í næstu tölvu og slóu inn gildin, kannski 5 sinnum á dag. Nú erum við farin að sjálfvirknivæða þetta. Þetta er svona dæmi þessa sjálfvirknivæðingu sem ég var að nefna að í rauninni þú skannar rauninni bara armband sjúklingsins, þú tengir mælinn við og gögnin flæða sjálfkrafa inn í sjúkraskrá. Og þessi mynd sem þið sjáið, þetta er skjáborð á deild og þar sjást á lífsmörkin sjálfkrafa. Þetta er dæmi úr heilsugátt líka. Þetta erum við að sjá meira og meira gerast og það er rauninni ekkert sem segir að þetta geti ekki gerst heima hjá þér. Það er ekkert sem segir að þú getur ekki verið með þessi græjur heima hjá þér og þetta flæði sjálfkrafa inn í sjúkraskrána. Þú þarft ekki endilega að liggja inn á spítala fyrir alla þessa þætti. Annað verkefni sem ég langar að benda á er rauntímastaðsetningar. Við erum alltaf að skoða betur hvernig við getum bætt verklag á spítalanum og einn liður í því er rauntímastaðsetningar. Þá rauntímastaðsetningar á sjúklingum, starfsmönnum, tækjum og svo framvegis sem við samvefjum þá við verklag á deildinni. Og ég veit ekki hvort þessi mynd sé mjög skýr en þessi gráa línun í miðjunni er gangur, þetta er stofugangur og biðstofan er þarna fyrir framan. Og þegar sjúklingar kom inn á þessari einingu þá fá þeir armband og starfsmenn eru líka með þetta og tækin þannig að við sjáum í rauninni hvar þeir eru staðsettir á hverjum tíma og þetta birtist síðan á skjáborði. Þetta er svona ákveðið tilraunaverkefni sem lofar góðu og þarna er þetta ekki spurningin tækni, heldur þetta er spurningin verklag. Við nýtum tæknina til að styðja við verklag. Þessi fallega mynd af Reykjavík er tekin á betri degi en í dag og þetta sýnir hringbrautasvæðið eins og það lítur út núna. Reyndar er þetta aðeins eldri mynd vegna þess að það er búið að grafa stóra holu þarna fyrir framann. En svona sjáum við fyrir okkur að Landspítalinn líti út eftir 5-10 ár og þetta er gríðarlega stór byggingaframkvæmd. En við lítum ekki á þetta sem byggingaframkvæmd. Við lítum á byggingarnar sem umgjörð utan bætt verklag. Þar sem við ætlum að nýta tækni, ný hugbúnaðarkerfi og alla þá möguleika sem verður til staðar til að sinna sjúklingunum á effektífari hátt. Takk fyrir. Góðan dag. Góðan dag. Ægir heiti ég. Vinn hjá Aranja og ætla aðeins að segja ykkur frá Rakningsi 19 appinu og svona kannski hvernig það var til. Ef við kannski byrjum aðeins á bara helstu virkni appsins að þá það fyrsta sem maður gerir er að velja tungumál og setja inn símanúmerið sitt og fá þá SMS til þess að staðfesta það og auðkenna sig þannig inn í appið.
Því næst notandinn beðinn að deila staðsetningargögnum á símanum sínum með appinu og líka þegar appið í bakgrunni. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera með það opið. Og svo í raun aðalvirkni appsins að smitrakningateymið geti sent push notification beint á síma notanda og beðið notandan að deila gögnunum með rakningateyminu. Og þar hefur notandinn völdin á sín gögn og getur þá valið annaðhvort að deila gögnunum eða ekki. Og þar einmitt auka tjekk með að notandi setur inn sína kennitölu þannig að það ekki hægt að ruglast eitthvað milli notanda þar. Já, ég opna að fara í gegnum það. Það sem var mjög áhugavert við þetta verkefni var að þetta var náttúrulega rosalegt kapphlaup. Appið átti bara að koma út á morgun helst, bara því fyrr því betra. Og þá var náttúrulega bara rosalega mikilvægt að fá góðan hóp sem getur unnið hratt saman í verkefnið. En hugmyndin byrjaði hjá Íslenskri erfðagreiningu sem bara á fyrsta degi hafði bara samband við mörg fyrirtæki, mörg hugbúnaðarfyrirtæki og svo áttu bara allir að koma á fund daginn eftir og finna einhverja lausn. Og það var haft samband við okkur og í raun fyrsta sem við förum í bara, ok, gerum frumgerð, sjáum bara svona fýsileikann á að gera þetta hratt. Og það vildi svo heppilega til að við höfum smíðað app sem að nýti sér staðsetningargögn sem heitir Hopp. Gengur út á það að leigja rafskútur hér í Reykjavík með appi. Þannig að það sem við í raun gerðum var bara, ok, tökum bara grunninn í Hopp-appinu, hendum öllu sem við þurfum ekki út og setjum inn í raun þessa virkni í að rekja staðsetningu notandans og geyma á tækinu. Þannig að í raun á einum degi vorum við komið með frumgerð þar sem við vorum með auðkenningu og vorum að rekja ferðir notanda. Það var ekkert viðmót, það var ekkert appið eins og það sem ég þekki í dag, en þá vorum við svona búin að aðeins að minnka áhættun og svara spurningunni þetta hægt á skömmum tíma. Og svo í raun þá daginn eftir höfum við þannig fund með mörgum fyrirtækjum. Það var þá Íslensk erfðagreining hafði fyrst samband við okkur í Aranya, Kolibri og Stokk og við komum saman og þetta í raun öll fyrirtækin sem enduðu síðan á að vinna þetta verkefni saman. Og í raun var bara ákvörðunin að þá voru allir spenntir fyrir þessu, allir vildi leggja sitt á mörkum og vinna saman. Þannig að í raun fyrsta planið var svona að við myndum þá bara halda áfram með þennan Hopp grunn og gera app og bakenda, að Kolibri myndi taka í raun viðmótið baka til fyrir rakningateymið og Stokkur myndi hanna appið og sjá í raun þessa útgáfustjórnun að tryggja að appið komist hratt út. Og það þurfti sérstakt vottorð frá landlækni og flýtimeðferð í búðunum og alls konar þar. Og svo var Íslensk erfðagreining með verkefnastjórnun að halda utan þetta að tala við alla sem þurfti að tala við og koma á borðinu. Nokkrum dögum seinna þá aðeins breyttist planið þegar að Samsýn kom inn í hópinn, þar sem að Samsýn var í raun þegar búin að gera viðmót fyrir rakningateymið og gat einhvern veginn bara komið gögnunum inn í það tól og þá fór Kolibri með okkur inn í bakendan og svo að setja upp þetta örugga rekstrarumhverfi sem þurfti til. Og á sama tíma allt þetta að gerast, nú ég að tala appi sem við þekkjum í dag, að þá eru líka forritarar hjá Stokk og Aranya að skoða hvað önnur lönd eru búin að gera, skoða til dæmis Bluetooth-tækni og eru bara að meta svolítið tæknilega hver besta leiðin áfram með þetta. Svo voru ýmsir aðrir sérfræðingar sem komu inn aðeins seinna í ferlinu og þar var bara, ok, tölum bara við sérfræðinga á hverju sviði fyrir sig og fáum með þetta og þar var náttúrulega mjög mikilvægt öryggisúttekt en það var líka markaðsmál, notendaupplifun, náttúrulega hafa persónuverndina alveg á hreinu og svo hýsingin á öllu umhverfinu. Ok, þarna erum við komið með mjög mikið af fyrirtækjum saman, að vinna saman, þannig að þá eru góð samskipti náttúrulega bara lykilatriði. Þar til dæmis byrjum við strax á að setja upp Slack-rásir sem voru mjög
það var í raun hver rás mjög fókus á ákveðin hluta verkefnisins. Það var bara hérna bakendi og öryggi og hönnun og þar gátu þá þessi ólík fyrirtæki bara átt mjög fókusar umræður. Það var ekkert verið að bíða eftir næsta fundi, það var bara allt tæklað svolítið þar, en samt voru við líka með daglega fundi til þess að bara svona halda öllum bara upplýstum stöðuna. Og svo notuðum við Asana í raun eins og bara to-do-lista hvað næst framundan, og svo líka þegar við byrjum prófanir til þess að rekja það sem kom upp í prófunum og þurfti að endurbæta. Þannig að þetta var rosalega lítið svona, hvað get ég sagt, umhald eða skipulag undir þetta. Þetta var bara, ok, við þurfum bara að fara beint í þetta og deila ábyrgðinni vel. Bara, þið eigið þannig hluta, þið bara takið það áfram og leysið það, og aðrir eiga aðra hluta, og svo kom þetta rosalega fallega saman. Þannig að tímalínan í verkefninu í raun að þessi fyrsti fundur þarna 20. mars, og daginn eftir þá þessi frumgerð tilbúin, og þann sama dag í raun hönnun tekin mjög langt hjá Stokk, og þá þarna 21. til 25. mars svona þróunarfasin, og þá eru bara allir, og við kynnum það ekki bara á venjulegu vinnutíma heldur, það eru bara allir all in að láta þetta verða veruleika. Og svo 25. mars þá hefjast prófanir, og þá erum við bara með þannig ákveðin lokaðan hóp sem að setur upp appi á sér og prófar að rekja sína leiðir, því að við þurftum náttúrulega að sannreyna að tólið væri gagnlegt fyrir rakningateymið. Við værum ekki að safna einhverjum gögnum sem væri ekki nógu nákvæm eða myndir hún ekki þjóna tilgangnum. Þannig að við vorum komið með nokkra daga af gögnum sem við gátum síðan sýnt inn í tólinu hjá rakningateyminu og séð að jú, þetta gæti verið hjálplegt. Og svo þá 2. apríl appið samþykkt af Apple og Google og fer í búðirnar. Og fyrsta sólarhringinn fáum við 68.000 notendur, sem var alveg ótrúlegt, og fer í raun mjög fljótt upp í 135.000 notendur, og svo svona mallar rólega yfir það. En þannig að það var rosalega gaman bara hvað allir tóku vel í þetta, allir til í að hjálpa, allir til að installa appinu og vera með þetta. Og ég trúi að lykill í því að notendur eiga sín gögn og hafa valdið að deila. Þetta ekki einhver einn gagnagrunnur sem veit hvar allir eru. Þetta svona svolítið notandinn hefur völdin. En já, þannig að tímalínan, 14 dagar, mjög óraunhæf tímalína, þannig að mæli ekki með þessu, en þetta var sannarlega þess virði fyrir þetta verkefni. Og svo bara nokkrum dögum eftir að törnin var búin, þá gerðum við appið opið. Þannig að kóðin allur opinn á netinu. Og það var náttúrulega bara, okkur langaði að hafa gagnsæi, því að það voru alls konar spurningar, hvað þið að gera með gögnin mín og svoleiðis, en bara hérna, þið með bara sjá, þetta að gera með gögnin, og trúum í raun bara að það sé aukið öryggi að opna. Því þó við séum búin að fara í öryggisúttekt, þá kannski einhver annar sem finnur eitthvað. Og svo auðvitað voru lönd út allan heim að keppast við, að berjast við þannig sameiginlega óvinn. Og þá ef einhver getur notað kóðan í sinni baráttu, þá bara endilega. Og var mjög gaman að sjá að fá í raun bara hjálp frá samfélaginu að taka appið lengra. Og við strax nokkrum dögum eftir þetta vorum við farin að fá breytingabeiðnir, í raun bara viðbætur frá forriturum sem voru búin að setja upp appið. Og til dæmis var breyttur skjárinn til að styðja fleiri tungumál. Og hér til dæmis dæmi alla þýðingarna sem við fengum á því að hafa þetta opið. Og í raun þarna þeir aðilar sem gáfu okkur þessar þýðingar. Þannig að í raun, appið í dag með þessi tungumál. Og hægt að finna það hérna bara á GitHub á þessari slóð. Appið var sýnilegt erlendis og fólk að hafa samband og spurja út í það, og gaman að sjá að MIT tók svona lista saman af öllum COVID-uppum heimsins
og væri raun gefa í einkunn á þessum 5 hlutum sem að það taldi mikilvægt í þessari baráttu og íslenska appið fékk fullt úr stiga eins og 5 önnur öpp af 29 öppum. Þannig að það var gaman að sjá það. Svo svona bara kannski rétt í lokin að þá eyddum við svolítið tíma líka að skoða Bluetooth. Lausn er að það sem að símar geta vita af hver öðrum svo vitir hvort þú varst innan við x metra frá viðkomandi. En sú tækni var bara ekki nógu góð á þeim tíma sem við gerðum appið. En Apple og Google eru búin að vera að vinna núna að koma með breytingu í stýrikerfið til þess að styðja þessa lausn. Þannig að við höfum bara verið að fylgjast með því og svona meta hvort að það sé eitthvað sem við tökum upp. Annars var bara heiður að fá að vera taka þátt í þessu teymi og gaman að sjá hversu vel tókst. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir. Og eins og þið heyrið hið opinbera á fleygiferð í stafrænni þróun og mikil þekking að byggjast upp hérna á Íslandi. Og það mjög ánægjulegt líka að sjá hvað hugbúnaðarhúsin eru tilbúin að vinna með hinu opinbera. Ég get líka sagt ykkur að sveitarfélögin eru líka á fleygiferð og Reykjavíkurborg með stórt teymi sem að gera mjög góða hluti. Og sveitarfélögin eru að fara að vinna frekar saman sem mjög gott og þið heyrið örugglega meira það, núna örugglega í haust. En ég vil þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna á ráðstefnunni sem síðasti viðburður skí á þessum fordómalausa og langa vetri. Og fyrir hönd faghóps skí stafræna opinbera þjónustu þökkum við fyrirlesturum fyrir frábæra fyrirlestra. Og gangi ykkur vel og eigi góðan dag. Takk fyrir.